Já, komið sæl og verið velkomin í hádegisviðtal markaðarins. Hann sestur hérna hjá mér, hann Sigurjón Þ. Árnason sem Landsbankastjóri. Vertu velkomin. Já, takk fyrir. Við vindum okkur bara í þetta. Markaðurinn hefur hreinlega hrapað núna eftir áramót og í desember. Getur þetta haldið svona áfram endalaust? Nei, auðvitað ekki, vegna þess að það eru takmörk fyrir því hvað hlutir geta lækkað. En það er rétt að það hafa verið talsvert miklar lækkanir á hlutabréfum núna undanfarna 2 mánuði á Íslandi. Það má kannski segja að hluti til hafi svona bylgjan sem myndaðist í Evrópu í framhaldi af þessum subprime vandamálum í Bandaríkjunum komið heldur seinna til okkar. En síðan svona ákveðið óvissu ástand almennt í heiminum og er það ekki svolítið þannig hjá Íslendingum almennt að þeir eru svona í öklið eyra og hafa það tilhneigingu til þess að vera annaðhvort ofurbjartsýnir eða ofursvartsýnir. Og ég held að það sé svona kannski endurspegla svolítið í markaðnum í dag að menn eru kannski svona óþarflega svartsýnir með það sem að stundum menn líka óþarflega bjartsýnir í Íslandi. Já, en það hafa náttúrulega menn tala einmitt það þegar það er uppgangur hérna þá þurfum eitthvað mikið til að mikið að slæmum fréttum til að hlutabréf snúist við. Núna virðist það einmitt vera. Það hafa komað fullt af góðum fréttum en þær eru svona aðalega slæmar en þetta virðist bara vera að hlutabréfin halda bara alveg endalaust áfram að falla og sér bara eins og Existu sem fallir 4% í dag er bara búin að falla einhver 17-18% bara frá áramótum. Hvað þarf til? Já, ég held að það sé þannig að það er svona rót þessara breytingar sem við erum að sjá, þessa umrót sem við erum að sjá hlutabréfamörkuðum alls staðar í heiminum í dag, sem ekkert sérstaklega bundið við Ísland heldur almennt. Það á sér rót í þessum vandamáli sem mynduðust í Bandaríkjunum og einhvern veginn það sem að heimurinn er orðið kannski einn í einhverju skilningi, þetta er allt nátengt, þá breytist þau út allt. En einhverjum sérlega snerist það að menn voru að tapa miklum lánum sem tengdust íbúðalánum í Bandaríkjunum, svokölluðum subprime lánum, þeirra undirmálslánum eins og það hefur verið þýtt á íslensku. Og það hafði áhrif á fjármálageirann. Menn voru ekki alveg sérstaklega í byrjun og jafnvel ekki ennþá í dag alveg svona fullkomlega heiðarlega til að segja frá hver þeirra staða væri í þessu. Eða kannski, ég sé kannski ekki óhæðilegir, en þeir voru ekki svona hafa fyrir því að útskýra hver staðan væri og jafnvel voru að gefa í skyn að væri betra heldur en það raunverulega var í mörgum tilfellum og kannski ennþá ekki allt komið fram. Og það hefur valdið því að það er svona óvissa í gangi og menn gerir sér ekki grein fyrir nákvæmlega hvar þessi svarti pétur í rauninni liggur og meðan það er þannig þá er óvissa og þá stjórnast markaðurinn af þessari óvissu og þetta hefur valdið því að flæði fjármagns milli banka og bankakerfi í heild sinn í heiminum er ekki að virka svona eins og það á að virka sem best og það er það sem veldur þessu. En auðvitað til lengri tíma séð, sem rauninni ætti ekki að vera mjög langur tími myndi maður fyrirfram halda allavega, þá hlýtur þetta að lagast vegna þess að það gengur ekki að menn sé ekki að færa pening á milli aðila vegna þess að allt kerfið í heiminum byggir á því að menn að allokera rísósum eða verðmætum og slíku við gegnum þetta kerfi. Og þar af leiðandi í dag það verður svona peningar kannski verið að safnast upp á ákveðnum stöðum en fyrir rest verður þetta að koma í vinnu og þá byrjar kerfið að flæða aftur og almenna reglan er svo að það er ekki mikið að gerast á þessu fjármálamörkuðum hvað varðar það fjármögnun fjármálafyrirtækja fyrstu vikuna sér hver ári sem er rauninni síðastliðin vika. Það er fyrst þessi vika og næstu 2-3 vikur þar sem að bankar almennt fara í gangi í það að byrja að fjármagna sig. Þannig að það er núna þessu viku sem rauninni kemur í ljós hvort að hlutinir að snúast við að versna. En vegna þess að ekkert að gerast og upplifa einhvern veginn allir að þess ekkert að gerast en það er einmitt bara eðlilegt að fyrstu 5-10 dagana á sér hver ári þá sé lítið að gerast varðandi fjármagnu banka almennt. Vegna þess að það gerist verðinlega ekki fyrir staðana vegna þess að menn eru góðið frí og það þarf að starta upp verkefnum og svo framvis og jólafrí sérstaklega núna var óvenju langt í rauninni eins og menn hafa vantilega séð landsmenn allir og þar af leiðandi tekur tíma að koma hlutunum að stað aftur og við erum eftir að sjá það núna gerir á fyrir næstu 2-3 vikum hvort að kerfið byrjar ekki að fara í gang og snúast við heimskerfið og þegar við sjáum það að gerast á ég nú frekar vona því að menn fara svona að skynja að þetta sé að snúa við og byrja að lagast og þá vonast við til að það jafnt á því að þetta breyti viðhorfi svona almennings í heiminum og ekki síst þessar stóru fjárfestar sem raunir stjórna kannski myndinni og jafnt á því að byrja þetta þá að snúa við. Það er það sem maður er að vonast eftir. Já, menn heyra mismunandi svör sem segja að þetta taki 3 mánuði, aðrir segja að Björgólfur Thor sagði 6 mánuði, einhverjir segja ár. Hvað finnst þið svona líklegt að þetta taki langan tíma þessi niðursveifla sem við erum að gangi í gegnum?
Þá þetta spurning það sko, hvenær maður telur sig vera komin út úr þessu. Sko, mín tilfinning svo að þetta sé kannski starflega 6 mánuðir vera komin út úr þessu. Það sem að vera svona einhvern tíðan voru og byrja sumars þegar maður komin út úr þessu. En aðalatriðið auðvitað að hvenær maður skilja þetta sem byrja að snúast við. Og það sem ég hef verið vonast eftir að maður sjá svona frekar fyrr heldur en síðar og núna og þá ég frekar horfa til einhverja mánaða heldur en fara að hugsa í missurum eins og þú varst að lýsa áðan. En það er vendipunkturinn í einhverju skilningi. Síðan nákvæmlega kann maður telur sig vera komin út úr málinu, það er þá hinn skilningreiningin. Til samanburðar sem dæmi þannig að þú skiljið hvað að meina, að við hugsum þessa íslensku kreppu sem myndaðist árinu 2006, þá einhverju skilningi, þá byrjaði hún áramótin 2005-2006, fór sín í gang og menn upplifum að vera svona að ná hámarki svona voruð sumarið, en það var ekki skilningi fyrir vorið 2007 sem að kjör íslenska banka voru bara orðinni eins og þau voru áður en allt gerðist. Síðan náttúrulega breytist allt aftur núna með þessari alheims ástandi. Þannig að það ástand, það tók að stærðargráðunni í rauninni 1,5 ár, en vandamáli var leyst ára undan. Þar sem maður var alveg búinn að skynja þetta alveg, nú er þetta bara spurning að þetta verði algjörlega eðlilegt aftur. En það tók síðan rauninni, eins og ég myndi segja svona frá sumarið 2006 fram á vor 2007 til þess að vera bara endalega klárast. En maður var búinn að upplifa að þetta væri búið þarna sumar og jafnvel aðeins fyrr gæti maður jafnvel sagt svona eftir að hyggja þegar maður fara að horfa á þetta aftur á bak. Það er alltaf aðeins auðveldra. Já, það er alltaf auðveldra að spá aftur á bak í tíman heldur en áfram, það er eðli málsins samkvæmt. En þýðir þetta ekki bara bullandi kauptækifæri í kauphöllinni í dag? Ég skal nú ekki segja til það vegna þess að það er erfitt að meta það. En ef maður geti hort í kristallkúlu og átt að sá því að snúningspunkturinn sé bara alveg að koma, þá verður þetta vantilega alveg hárrétt hjá þér. En ef ég vissi þetta akkurat, þá var ég 100% öruggur á þessu sjálfur, þá ætti ég náttúrulega að hætta nákvæmlega bara í því sem ég er að gera og gera ekki neitt heldur en þetta. En ég er náttúrulega ekki alveg fullkominn sérfræðingur, þannig að ég ætla kannski ekki að tjá mig um það akkurat í fjölmiðlum, en það er alveg klárt að botninum er spyrna best. Það vita allir sem hafa verið sundlug, að botninum er spyrna best, þannig að það kann að vera, en ég kann ekki við að vera fullir það svona í beinni útsendingu hérna hjá þér. Ég veit ekki hvernig ég ætti að spyrja ef ég get ekki spurt Landsbankastjóra þessu. Já, eins og ég segi, þá náttúrulega veit enginn hvað framtíðin ber í skauti sér, en það er klárt að það hlýtur að koma því að þessi heimsmynd snúist. Það er auðvitað svona fræðileg möguleika því, ef maður verður að hugsa neikvætt, þá er auðvitað fræðileg möguleika því að það bara hreinlega taki svo langan tíma að það verði erfiðara og við leiðist út í eitthvað mjög óheppilegt ástand. En mér finnst það nú fyrirfram frekar ólíklegt, vegna þess að sem betur fer erum við með það kerfi í kringum fjármálastofnun í heiminum að við erum með fjármálaeftirlit og við erum með seðlabanka sem hafa ákveðna hlutverk að gegna til þess að tryggja ákveðinn stöðugleika. Og vandamáli meðan þessu ástand sem við erum staddir í dag er það að breski seðlabanki var frekar seinna að bregðast við, með til þess að bandaríski og evrópski hafa verið svona sæmilega fljótir. Kannski má segja, og ég hugsa að menn í eftir á, þegar maður munum skoða þetta eftir þegar þetta allt eru garð gengið, að þeir hafa kannski allir verið frekar og seinir, en vegna þess að þetta er svona óvanda ástandum er kannski átti ekki vona á þessu, en það er samt mjög mikilvægt að allir áttu sig á því að það er ákveðið kerfi í heiminum sem er inni byggt upp og hugsa fyrir löngu síðan, sem er kallað lendur og lastir í sortir enska heiti yfir það, þess að seðlabankar koma til aðstóðar fjármálafyrirtækjum út í heimi og svo framvegis. Og það er það sem þeir eru búin að vera að gera, að dæla peningum inn í kerfið til þess að reyna að smyrja það og svo framvegis og byrja að lækka vexti og halda áfram og munum alltaf halda áfram að gera það. Flestir spá vaxtalækkunum á þessu ári. Og þar af leiðandi hefur maður svona það er ákveðin svona, það er góð tilfinning að vita til þess að það eru margir sem hafa það hlutverk í heiminum að passa upp á það að laga þetta og þetta verði ekki óleysanlegt. Heldur að það hafa það hlutverk að leysa þetta og það finnst mér rosalega jákvætt að vita, þú veist, því að í svona flestum atvinnugreinum fyrir utan fjármálakerfið þá er ekkert svona kerfi í heiminum. Heldur bara ef eitthvað byrjar að ganga illa, ég skulle segja,
bara sjávarútvegi eða eitthvað, það skiptir ekki máli, þá er ekkert svona heimskerfi eða í hverju einasta landi sem passar upp á það. Þetta er mjög sérstakt fyrir fjármálakerfið og einstakt og það stafur auðvitað því að fjármálakerfið er auðvitað æðakerfið einhvern veginn í sérhverju atvinnulífi og það er gríðarlega mikilvægt og menn eru búin að átta sig á þessu fyrir löngu að það verður að vera gott regluverk í kringum þetta með Seðlabanka og fjármálaeftirlit og svo framvegis sem passar upp á það að hlutir fari ekki böndum. Og þess vegna veit maður að maður getur verið rólegur um það að sjálfsögðu leysa þetta. Það er spurning bara hvað tekur langan tíma. Já. Eru menn stressaðir innan bankana? Nei, ég myndi kannski ekki segja það, en sjálfsögðu er það þannig að okkar hlutverk er náttúrulega alltaf að hafa áhyggjur og passa upp á hlutina, þannig að auðvitað erum við að fylgjast með þessu mjög vel og passa upp á þetta og sjáum það að þetta verði nú í lagi og það er það sem við erum að gera og ég hef engar áhyggjur af því þannig séð, þannig að þetta verði bara í góðu leiðin snýr okkur. Það var auðvitað nefnilega mikið lán fyrir okkur einhverju skilningi, alla íslenska banka, að svona lenda í þessi íslenska vandamáli sem átt sér stað þarna áramótin 2005-2006 og var þarna árinu 2006 vegna þess að það þýddi auðvitað það að einhver skilningi þurftum við undirbúa okkur mjög vel og fyrir þetta ástand sem er í dag svona eiginlega alltaf því óvart í einhverju skilningi sem voru að komast. Eins og við vorum nú pirraðir út í Dani. Já, allir þetta sé ekki það sem við kallaði lán í ólán eins og sagt er, þannig að eins og hugsa út úr Landsbankanum þá fórum við út í ýmsar aðgerðir til þess að auka við fjármuni bankans og dreifin og svo framvegis og þess vegna er auðvitað staðan þannig í dag að lausa fyrir okkar og aðgengi að fjármunum frá almenningi þurfum ekki að treysta á þessa markaði er náttúrulega allt annað og miklu betra heldur en var bara fyrir 2 ára síðan. Ég meina, núna eina ári sem dæmi þá erum við búin að fá 130.000 kuna í Bretlandi, Bretlandi einu og þeir hafa lagt inn hjá okkur meiri innlán heldur en innlán Landsbankans pluss ég held ég bara nánast öll innlán Landsbankans safnaði upp á Íslandi í 120 ár pluss öll innlán sem dæmi glitnist yfir þeirra tíma. Þetta er búin að gerast á einu ári hjá okkur. Þannig að það er þannig að bankinn stendur vel og bara fyrirtæki yfir höfuð standa vel, er það ekki? Já, sjálfsögðu er þannig að íslensk fyrirtæki standa mjög það er engin spurning um það, ég meina að þegar menn er í þessari history menn byrjar að tala um gjaldþrot og svo framvegis, þetta er hvað? Já, ég meina eins og það var kannski mikið fjölmiðlaumfjöllun í kringum sem dæmi FL Group fyrir áramót sem dæmi og svona sögursagnir í kringum það en það er eins og menn hafi ekki átt að því að áður en þeir fóru hlutafjárreikninguna þá var eigið fyrir ennþá 100 milljarðar þannig að eftir hlutafjárreikninguna fór það upp í svona starkara 170 mann rétt og 170 milljarðar er engin smá tala til samanburðar þegar ég byrjaði Landsbankanum fyrir núna bráðum 5 ára síðan þá var eigið fyrir Landsbankan 17 þannig að eigið fyrir FL í dag er svona starkara 10 sinni meira heldur en var svona dæmi gert í bönkunum fyrir 4-5 ára síðan þannig að þetta er bara svona svo stóra tölur að oftar kannski þannig að menn áttar sér rauninni ekki á því hvað þeir eru rauninni rosalega stórar vegna þess að einhvern veginn held ég að gerist þannig þegar menn farin að hugsa í milljörðum og við talum um 20 milljarða eða 100 milljarða þá einhvern veginn hægt að menn átta sig á því að það eru gríðarlega peningar inn í fyrirtækjum jafnvel þó kannski hafa tapað einhverju peningum. Já, nákvæmlega. Sigurjón, tíminn er floginn frá okkur, ég hefði þurft að hafa það aðeins lengur en þú ert sem sagt ekki of svartsýnn. Nei. Nokkuð bjartsýnn. Já, bara svona sæmilega, eins og alltaf bara. Takk hérlega fyrir þetta. Hádegisviðtalinu þá lokið, það verður á sínum stað í hádegisviðtal markaðarins á föstudag en það er hann Bjössi Vörkla sem verður hérna. Verið sæl.